þú nefndir almannavarnir og þær eru gríðarlega mikilvægar á þessu svæði þessa mundir. Gríðarlega mikilvægar og það hefur reynt mjög á allt almannavarnarkerfið hér síðustu 3 árin og sérstaklega kannski síðustu 12 mánuði. Og í erindi mínu sem ég flutti hér á ársfundi sambands sveitafélaga á Suðurnesjum og þá lagði ég ríka áherslu á mikilvægi almannavarna og þetta samspil á milli ríkis og sveitafélaga í öllum vörnum, bæði almannavörnum sem og brunavörnum, en það hefur reynt mjög á slökkviliðin hér á svæðinu vegna mikilla gróðurelda sem að eldgosin hafa valdið. Og þess vegna taldi ég nauðsynlegt síðasta vetur að fjölga hér starfsmann almannavarna, það kæmi annar almannavarna fulltrúi hér í fullt starf vegna þess að verkefnin hér hafa bara verið það umfangsmikil. En síðan ég líka ánægð með að ég fékk í gegnum fjármálaáætlun, ég búin að fá aukið framlag, 145 milljónir til styrkingar almannavarna á landinu öllu og það gott að vita til þess því að það mun líka styrkja þetta svæði sömuleiðis. Það svolítið svona eins og náttúran víða svona óhlýðin. Já, Ísland, við gleymum því stundum að við búum á eldfjallaeyju og við búum í mjög virku landi og núna náttúran svo sannarlega minna á sig, ekki bara hér á Reykjanesi, heldur land allt og við erum með margar eldstöðvar sem að gætu hugsa sér til hreyfings með skömmum fyrirvara. Ég ætla að nefna eins og Öskju, Heklu, Kötlu, Bárðarbungu, Grímsvötn og við gætum og svo við að sjá einhver hreyfingar á öðrum stöðum sem óvinnulegt eins og í Hofsjökli. Þetta bara það Ísland sem við eigum. Ísland hefur oft verið svona, þau hafa verið óblíð náttúruöflin, en við höfum lifað það af og við höfum tekist á við það og við munum gera það áfram. Það var hér í móðuharðundunum sem að þá voru við undir danskri stjórn sem að Dönum datt í hug að flytja bara alla íslensku þjóðina á jósku heiðarnar. Það var sem betur fer ekki gert og við komumst í gegnum þá erfiðleika, við munum komast í gegnum þessa erfiðleika og ég nefndi sömuleiðis í erindi mínu hér að það hefur mér þótt aðdánavert að sjá og fá að upplifa að það þessi mikla samheldni sem hér í samfélögunum á Suðurnesjum og líka þetta æðruleysi og þessi sigla. Nú erum við að sjá endurtekna atburði og þegar maður staddur eins og hér í Reykjanesbæ og maður sér þessa jarðelda byrja, þá eins og þeir séu bara í bakgarðinum. En það enginn sem fyrir panik, við erum öll æðrulaus, við erum róleg og við erum búin að gera allt sem við getum til þess að treysta almannavarnirnar, lögregluna, sveitafélögin í þeim nauðsynlegu kerfin sem við þurfum og við vitum að þau að grípa okkur. Þú nefndir með þetta aðstoðarmaðurinn hafi svona séð að við tæklum oft málin öðru í sig utan höfuðborgarsvæðisins. Já, ég nefndi hér í erindi mínu að á laugardeginum þann 11. nóvember eftir að kvikugangurinn opnaðist undir Grindavík og það þurfti að rýma alla Grindavík að þá heimsótti ég fjöldahjálparstöðvarnar og samhæfingarmiðstöðuna vitaskuld í Skógarhlíð en ég kom líka í samhæfingarmiðstöðuna hér í Reykjanesbæ og ég var með aðstofamenn mína með mér og annar þeirra býr á höfuðborgarsvæðinu og uppalinn þar. Og hann hafði orðið og þótti sérstakt að bæði í samhæfingarmiðstöðinni hér sem og í fjöldahjálparstöðuna þá streymdi fólk að með mat, veitingar, bæði mat og bakkelsi, smurðar flatkökur og sængur og fatnað og hvaðinn inn í fjöldahjálparstöðuna. Og hann var fyrst þá svo að byrju, á hverju fólk að koma með allan þennan mat? Og það var auðvitað til þess, það var viðbragð samfélagsins hér til þess að hugsa vel viðbragðsalana, alla þá sem að stóðu vaktina þessa sólarhringa að sjá til þess að þeir þyrftu ekki að hafa áhyggjur af því að geta ekki nært sig
Og þá var honum þá orði að því að við vorum búin að vera í samhæfingarmiðstöðinni í Reykjavík og sáum ekki einn einasta höfuðborgarbúa að koma með eitthvað þangað fyrir þá starfsmenn að þá hafði hann þá orði, þetta munum við ekki sjá í Reykjavík. Og ég var svo stolt þá einhvern veginn að því ég upplifði þá að ég tilheyri pínulítið þessu samfélagi þegar ég sagði, nei, en svona eru nú samfélagin hér á Reykjanesi.